Úkraínskir hermenn sem fréttaritari RÚV hitti nærri víglínunni í Austur-Úkraínu eru ekki vongóðir vopnahlésviðræður. Þeir efast að Trump, verðandi Bandaríkjaforseti, takist að stöðva stríðið eftir nær 3 ára blóðug átök. Verulegur samdráttur varð í sölu á nýjum rafbílum í fyrra, eða 70%. Formaður rafbílasambandsins vill að stjórnvöld felli niður kílómetragjald á rafbíla. Þúsundir Suður-Kóreumanna krefjast þess að forseti landsins víki. Í gær komu verðir forsetans í veg fyrir að hann yrði handtekinn. Íbúar í Árskógum 7 í Reykjavík biðu í 18 mánuði eftir leyfi fyrir svalalokun frá borginni. Í millitíðinni reis vöruhúsið sem byrgir þeim alla sýn. 2 efnilegir stærðfræðinemar fengu í dag styrk til áframhaldandi náms úr minningarsjóði Hjalta Þórs Ísleifssonar sem lést fyrir rúmu ári. Móðir hans segir mikilvægt að hvetja ungt fólk til dáða. Gott kvöld. Meðal loforða Donalds Trumps, verðandi Bandaríkjaforseta, strax eftir að hann tekur við embætti í þessum mánuði, að stöðva Úkraínustríðið á einum sólarhring eftir nær 3 ára blóðug átök. Rússar sækja hægt fram á víglínunni á meðan Úkraínumenn eiga undir högg að sækja. Skammt frá víglínunni eru hermenn 129. herdeildar Úkraínuhers að æfa sig á brinnvarðan bandarískan M113 skriðbíl. Meðvitaður að það sem gerist í Washington síðar í þessum mánuði kann að ráða úrslitum hér. В двух словах, я думаю, происходит, будем так говорить, подготовка до переговоров в 20-х числах января. И действия каждой страны мы хотим больше задержать у себя, они хотят больше захватить. Og í skotgröfunum telja hermennirnir líka að framhaldi geti vissulega ráðist með nýja Bandaríkjaforsetanum. Залежить від американської сторони, як буде розвиватися події тут в Україні. Він казав, що він завершить війну за 24 години. Я думаю, що в нього є план, тому що я 2,5 роки в бойових діях, можна сказати, і я сподіваюся на краще. Я розумію про те, що зараз сил відбити ці території у нас немає. Намагаємося втримати ті позиції, які були до цього. Їм просто важко. Þetta þriðji, kaldi og erfiði veturinn í skotgröfunum hér í Úkraínu og úthaldið leiði nú vart þann 4. líka. Því gengur hernaður hér einkum út á það að reyna að halda nógu góðum spilum inn í vopnahléssamninga sem allir vonast nú eftir. Og hluti af skiptimyndin í þeim samningum ef til þeirra kemur hér á bakvið luktardyr. Rússneskir stríðsfangar. Добрый день. Добрый. Ну, хотелось бы ускорить, конечно, но это опять же все зависит от нашего начальства. Тоже, как и со стороны нас, так и со стороны Украины. Stríðsfangi sem nefnir sig Artyom ekki óvanur fangaklefum því hann tukthúslimur sem var leystur úr haldi gegn því að ganga í rússneska herinn. Honum var heitið frelsi gegn hálfsás herþjónustu en segist að hafa verið svikinn því hann var handtekinn eftir 2,5 ára á vígvellinum. Ну, я обменяться как бы я хочу, но дело в том, что я поставил для себя именно цель, я больше воевать не пойду. Ну, тут непонятно, кто за что воюет. Мне кажется, это ни к чему, эта война вообще. Rússnesku fangarnir kvarta undan sígarettuleysi en segjast lítið það út á meðferðina hér að setja að öðru leyti þótt vissulega séu dæmi illa meðferð á rússneskum stríðsföngum við handtöku og áður þeir komast í hendur yfirvalda. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum eru úkraínskir stríðsfangar í Rússlandi hins vegar beittir kerfisbundnum pyntingum. Eftir fangaskipti getur varvara nú aftur dansa fyrir pappa sinn, Oleksandr, ásamt skólasystrum sínum. 1,5 ár af raflostum, barsmíðum, nálum undir neglurnar, kali vegna kulda og stöðugum yfirheyrslum eru nú að baki fyrir Oleksandr. Непрерывно вот потом все это время стоим непрерывно, ждем, пока начнется проверка, становишься под стенку так на растяжку, кому-то там захотелось больше кого-то побить, то есть, ну, проверка, например, могла проходить как
10 минут, например, так и полчаса. Það voru íbúarnir sjálfir og Oleksandr þeirra á meðal sem náða að verja bæinn sinn Černihiv og þar með beinu leiðina að höfuðborginni í upphafi átakana. En það kostaði hann 2 ára prísund eftir að hafa verið tekinn til fanga á þessari hæð við bæjarmörkin skömmu eftir innrás Rússa í mars 22. Самое страшное, наверное, был тот момент, когда один момент такой, когда они показали мне карту, показали, что там, одна точка обведена кружочком, и когда я присмотрелся, то это был обведен дом, в котором живет моя мать, дети. То есть, если ты откажешься сотрудничать с нами, то мы направим туда там, или там ракеты там, или что-то. Eftir að 43.000 þeirra röðum hafa fallið og 300.000 særst á Oleksandr og aðrir Úkraínumenn nú vart aðra ósk heitari en að þessu blóðuga bræðravíi fara að ljúka. Án þess þó að vilja gefa Rússunum nokkuð eftir. Sala á rafbílum hér á landi dróst saman 70% á síðasta ári. Formaður rafbílasambandsins segir að með sama áframhaldi verði útilokað að ná markmiðum orkuskipti og vill að stjórnvöld felli niður kílómetragjald á rafbíla. Verulegur samdráttur varð í sölu á nýjum bílum á síðasta ári eða rúmlega 40%. Samdrátturinn var hins vegar mun meiri þegar eingöngu horft til rafbíla. Þannig seldust rúmlega 10.000 rafbílar árið 2023 en einungis rétt rúmlega 3.000 í fyrra. Framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins sagði í fréttum Sjónvarps í gær að ákvörðun stjórnvalda að fella niður ívilnanir við kaup á rafbílum hefði haft áhrif og einnig kílómetragjald sem byrjað var að leggja á rafbíla í upphafi síðasta árs. Tómas Kristjánsson, formaður Rafbílasambandsins, segir að kílómetragjaldið hafi gert það að verkum að fólk horfi síður til rafbíla við kaup á nýjum bílum. Einfallega bara að því að með þessu kílómetragjaldi að þá þrefaldaðist ferðakostnaður svona almenns rafbíls og þú getur eitt ímyndaðir ef að eldsneytið myndi hækka upp í 900 krónur úr 300 krónum. Þú veist, líterinn myndi það ekki hafa verulega áhrif á það hvort þú kaupir eldsneytisbíl eða ekki. Ívilnun vegna greiðslu á virðisaukaskatti var hætt í lok árs 2023. Tómas telur að sú breyting hafi þó ekki haft eins mikil áhrif og kílómetragjaldið. Samkvæmt tölum Samgöngustofu sýndi sig að það var sirka 70% af rafbílaeigendum sem voru ekki að fullnýta þessar ívilnanir einu sinni. Þannig að fara úr því niður í 900.000 sem Orkusjóður að greiða, þetta hefur mjög takmörkuð áhrif, teljum við. Hann hvetur stjórnvöld til að fella niður kílómetragjald á rafbíla, að óbreyttu verði afar erfitt að ná markmiðum orkuskipti í samgöngum á næstu árum. Það bendir til þess að Ísland muni ekki ná markmiði sínu fyrir 2030 og það raun og veru samkvæmt þessum tölum sem nú liggja fyrir, sölutölum fyrir 2024, þá það raun og veru bara útilokað. Ólga ríkir í Suður Kóreu eftir að lögreglumenn þurftu frá að hverfa þegar þeir ætluðu að handtaka forseta landsins. Þúsundir andstæðinga forsetans hafa mótmælt síðan í gær. Mótmælendur söfnuðust saman í miðborg Seúl í dag og kröfðust þess að Yoon Suk Yeol, forseti, verði handtekinn tafarlaust. Hann setti á herlög í trássi við vilja þingsins í byrjun desember og var því leystur undan embættisskyldum og kærður fyrir afglöp. Verðir forsetans, lögmennans og stuðningsmenn kom í veg fyrir að hann yrði handtekinn í gær. Þúsundir andstæðinga forsetans þustu út á götur í höfuðborginni í gær þegar ljóst varð að ekki hafi tekist að handtaka hann. Mótmælin hafa staðið í allan dag og hafa að mestu farið friðsamlega fram. 굉장히 답답하고 그리고 지금 내란 사태가 지금 국민들을 심리적으로 위축하게 만들었는데 이런 상황이 더 길게 장기적으로 이어질 것 같아서 굉장히 암울한 마음이 들었습니다. Stuðningsmenn forsetans komu saman við heimili hans í dag og krafðist þess að kæra á hendur honum yrði felld niður. Handtökuskipunin gildir fram á mánudag. Yfirmenn spillingarstofnunar landsins hafa farið þess á leit við starfandi forseta, Choi Sang-mok, að hann skipi öryggisveit forsetans að koma ekki aftur í veg fyrir handtöku. Forsetinn hafði verið boðaður til yfirheyrslu en ekki mætt. Réttarhöld yfir honum hefjast 14. janúar. Íbúar í Árskógum 7 í Reykjavík vilja að skemman sem reis fyrir framan glugga þeirra verði rifin.
Þau segja fráleitt hvað þau þurftu að bíða lengi eftir að fá samþykkta svalalokun hjá sér í samanburði við verklagið í kringum skemmuna. Íbúar hér í Árskógum hafa þurft að bíða talsvert lengi eftir svörum og leyfi frá borginni fyrir smá útlitsbreytingu á svölunum hjá sér. Já, það stóð til að taka sig saman og fá byggt yfir svalirnar og fá svona stærra pláss. Og svo vorum við fengum við ekki leyfi fyrir því fyrir bara nú rétt fyrir jólin af því að við erum á efstu hæð. Hvað voru það búin að bíða lengi? Það vorum við búin að bíða bara held ég frá því svona kannski 1,5 ár. Við heldum að það væri minnsta málið en það var ekki þannig. Við þurftum að sækja leyfi hjá Reykjavíkurborg, eða byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar og hann dró við okkur lappirnar bara lengi og það var mjög erfitt að fá einhver svör þaðan. Fannst þetta svo skrítið, þeir báru við að það væri útlitsmál það er að halla eitthvað þakið á því við erum á efstu hæð og það náttúrulega núna bara fyndið að hugsa til þess. Hvernig svo allt í einu bara sprettur þetta hús upp á einhverjum bara örfáum, okkur finnst bara dögum. Við vissum aldrei hvernig þetta yrði fyrir hann bara birtist. Það bara búið að byrgja fyrir. Við sjáum aldrei neitt út nema ég standi á þessum megin í íbúðinni þá sé ég íþróttavöllinn, annars sé ég bara Grænaveginn. Öllum gluggum í húsinu. Þetta alveg hagalegt Ég bara sé enga lausn nema bara rífa húsið. Þetta bara glatað. Það gekk svo rosalega erfiðlega að fá öll leyfi fyrir okkur við þessa blokk að fá að byggja yfir svalirnar okkar sem ekki stórt mál í samanburði við þetta fellíki sem komið hérna við hliðina á okkur. Ég alveg gapandi yfir þessu og ekki sens. Sorry. Vatnsæði í Hvítá í Árnessýslu þar sem ísstífla hefur byggst upp hefur farið hægt lækkandi síðasta sólarhring. Aðeins hefur dregið úr vatnsrennsli þar sem áin flæddi við bakka sína við Brúnastaði. Ísstíflan byrjaði að byggjast upp síðustu helgi og hækkaði vatnsborðið nokkra metra. Lögreglan á Suðurlandi hefur fylgst með ásamt vísindamönnum frá Veðurstofunni og starfsmönnum Vegagerðarinnar. Gert er ráð fyrir köldu veðri og allt að 15 stiga frosti á Suðurlandi næstu daga. Fólki með fötlun enn neitað rafræn skilríki, þurfi það aðstoð við að nota þau. Forstöðumaður íbúðakjarna segir réttindi margra brotin og að fólkið hafi engan aðgang að nauðsynlegri þjónustu. Stafrænum hindrunum átti að ryðja úr vegi í nóvember 2022 og persónulegir talsmenn fá að aðstoða fólk með fötlun við að nálgast stafræn erindi. Það varð aldrei. Og hvorki persónulegur talsmaður né forstöðumaður má sjá það fyrir hönd fólksins. Enginn getur því náð í persónulega gögn eins og af vef Heilsuveru, sjúkratrygginga, mínum síðum á Íslandi.is eða neinum þeim fjölda staða sem krefjast rafrænna skilríkja. Það er alltaf svörin sem ég fengi þegar fólk getur ekki muna pinni sitt sjálft eða slegið inn pinni sitt sjálft þá fær það ekki rafræn skilríki og við höfum látið reyna á það með persónulegum talsmanni. En það hefur ekki gengið af því að íbúinn gat ekki staðfest sjálf að hún geti ekki skrifað undir. Gat ekki skrifað undir að sjálf að hún geti ekki skrifað undir. Þannig að þetta bara komið í rosalega hringavitleysu. Ýmissa leiða hefur verið leitað til að tryggja fólki þau sjálfsögðu réttindi að hafa rafræn skilríki en persónuverndin virðist hafa snúist upp í réttindaleysi. Maður hefur í huga að við vinnum öll eftir hugmyndafræðina ekkert okkur, án okkar. Það er fullt af upplýsingum þau sem hvorki þau né aðrir hafa, eða aðrir sem vinna fyrir hönd þeirra hafa aðgang að. Árni segir þennan hóp algjörlega útundan í samfélagi sem krefst notkunar stafrænnar þjónustu. Það er verið að skilja mjög viðkvæman hóp eftir, það er að segja hópinn sem í raun og veru getur ekki skrifað undir hluti sjálfur, þarf persónulega talsmenn, það er ekki tekið tillit til þeirra þarfa.
Bændur í Múlaþingi hafa sumir gripið til þess ráðs að brenna rusl sem ekki hefur verið sótt í sveitirnar í að verða 3 mánuði. Óþrifnaðurinn safnast upp en vonast til að leysist úr fyrir mánaðarlok. Svona líta ruslatunnurnar út á ófáum bæjum á héraði þessa dagana og vart þorandi að bæta á hauginn sem að hrynja. Á Hryggstekkisskriðdal búa Jónas og Bergljót og þau eru farin að nota kerruna sem ruslatunnu. Þetta bara ömurlegt. Það allt stútfullt og við erum með unga barn á heimilinu, 1 og hálfs árs. Gamalt bleiurusl, það stingar og það ógeðslegt. Og þegar það allt fullt og þá verður þetta bara fljótt að bara viðbjóði. Nýtt fyrirtæki tók formlega við sorphirðu í Múlaþingi í desember og það hefur ekki gengið þrautalaust. Kærumál frestuðu því að hægt var að ganga frá samningum eftir útboð. Nýjir starfsmenn eru lengur að hlutunum og fyrir vikið hafa sveitirnar mætt afgangi. Og þeir hafa ekki komið síðan í lok október. Það bara svoleiðis. Þetta náttúrulega fíkur út allt og hundarnir fara í þetta, hrafnir fer í þetta. Þetta náttúrulega verður bara ógeðslegt. Þetta náttúrulega bara óþrifnaður af þessu. Bændur hafa náttúrulega verið að brenna þetta. Og þeir hafa líka pottitt urðað þetta, einhverjir, en ég veit þess að menn hafa verið að brenna þetta. Slökkvilið Múlaþings hefur þegar ætt af stað í eitt útkall sem reyndist ruslabrenna og biður fólk að brenna ekki sorp. Kubbur sem tók við sorphirðunni vonar að á 9 ári takist að fylgja nýju sorphirðudagatali og heitir því að sækja allt rusl í sveitirnar áður en janúar úti. Múlaþing hefur beðist afsökunar og býður fólki að fara með ruslið í móttökustöð sér að kostnaðarlausu. En blautir og jafnvel úldnir haugarnir eru hins vegar erfiðir viðfangs. Þetta bara búið að vera svo langtími að þeir hefðu alveg geta gert einhverjar ráðstafanir. Það alveg bókamál, bara ef þeir hefðu gert eitthvað. Efnilegir nemendur í stærðfræði fengu í dag úthlutað úr minningarsjóði Hjalta Þórs Ísleifssonar, ungs stærðfræðings sem lést árið 2023. Móðir hans vill að andlát hans verði öðrum hvatning í stærðfræðiheiminum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir það að fá úthlutað úr sjóði Hjalta Þórs? Það bara mjög mikil viðurkenning fyrir það sem ég hefur verið að vinna í stærðfræðinni og í nefndinni og bara árangnum í skólanum líka. Mjög mikla, þetta myndi hjálpa mér mjög mikið við að fara í framhaldsnám. Ég ætla að fara til útlanda, þannig að það verður eitt rosalegt ævintýri framundan á næsta ári. Viktor og Rakel eru bæði afreksfólki í stærðfræði, ef það má orða það svo. Þau fengu í dag 1 milljón hvort úr minningarsjóði Hjalta Þórs Ísleifssonar stærðfræðings sem lést í desember árið 2023. Ég ákvað að stofna hennar sjóð bara strax, bara 2-3 dögum eftir hann lést, ákvað ég bara að ég ætlaði að láta hans dauða verða öðrum hvatning í stærðfræðiheiminum. Hjalti Þór hafði náð ótrúlegum árangri í stærðfræði og fengið 10 í einkunn í öllum stærðfræðikursum í háskólanum. Hann stundaði doktorsnámið ETH-háskólan í Sviss og reyndi sjálfur að fá styrk til áframhaldandi náms sem hann fékk þó ekki. Í náminu kynntist hann strák frá Króatíu sem heitir Daniel sem hann kom svo að fljótlega að hann hafi fengið hennan styrk og hann hefði ekki getað sótt nám í hennar skóla nema út af þessum styrk út af því hans fjölskylda og hans bakland var bara átt ekki pening. Og þetta sat í Hjalta. Hjá sumum að forréttinda að fá að mennta sig. Þannig að mér finnst bara skipta máli að halda Hjalta minningu á lofti og búa til hennan sjóð. Hjalti var 27 ára þegar hann féll fyrir eigin hendi rétt áður en hann lauk doktorsnámi sínu. Hjalti Þór var náttúrulega bara einstakur, hann var ótrúlegur, hann var afburðagreindur, hann þoldi ekki meðalmennsku, hann tók ekki þátt barnslegur með, hann var alltaf vera bestur, hann með ábærslega fullkomna áráttu og það var honum að falli. Það var bara, má eiginlega segja það. Hann var eins og séra Guðni Már orðaði það svo fallega í útförinni fyrir ári síðan. Hann var klár fyrir lífið. Hinir ungu og efnilegu stærðfræðingar sem fengu styrk frá minningarsjóði Hjalta Þórs segjast að stefna hátt. Bæði ætla þau utan í nám og Rakel María hefur þegar fengið inngöngu í háskólan í Oxford. Vísindamenn röktu á dögunum lengstu slóð risaeðlufótspora sem fundist hefur á Bretlandi. Alls fundust 200 risaspor
Fótspor sem liggja hvert í sína áttina. Lengsta samfellda slóðin sem fannst var 150 metrar. Talið að sporin tilheyri annars vegar tegund stórvaxinna graseðla og hins vegar öllum minni kjötætutegund. Fótsporin fundust í Oxfordskýri. Fyrir þeim 166 milljónum ára sem risaeðlurnar gengu þarna var hitabeltislón á þessum slóðum og sporin mörkuðu leðju í kringum það. So the really lovely thing about a dinosaur footprint, particularly if you have a trackway, is that it is a snapshot in the life of the animal. You can learn things about how that animal moved, you can learn how fast it was moving, you can learn exactly what the environment that it was living in was like. So tracks give us a whole different set of information that you can't get from the bone fossil record. Og þá að veðri, fremur hæg norðlæg átt og dálítil él norðaustan til en víða léttskýjað annars staðar. Frost verður 5 til 18 stig og það verður kaldast inn til landsins. Það bætir svo í vind á morgun og víða verður éljagangur á norðan og austanverðu landinu en áfram léttskýjað að mestu á suður- og vesturlandi. Það verður áfram kalt í veðri en Óli Þór Árnason veðurfræðingur hann fer nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum. En íþróttafréttir kvöldsins verða með óhefðbundnu sniði. Íþróttamaður ársins verður kjörinn í Hörpu og þar Almar Ormarsson staddur. Almar, eftirvænting í loftinu? Já, það óhætt að segja það. Hér þetta okkar besta íþróttafólk samankomið, bæði núverandi og svo nokkrir fyrrverandi sigurvegarar. Ja, af þeim 10 sem koma til greina sem íþróttamaður ársins bara einn sem hefur unnið verðlaunin áður. Þannig að það margir spenntir að sjá hvort það verði nýtt ritað í sögubækurnar. Samtök íþróttafréttamanna velja einnig lið ársins og þjálfar ársins sem við förum betur yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér og eftir. Þar sem við ætlum einnig að kíkja aðeins á heimsmeistaramóti í pílukasti. Takk fyrir þetta, Almar. Og áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Úkraínskir hermenni sem fréttaritari RÚV hitti nærri víglínunni í Austur-Úkraínu eru ekki vongóðir vopnahlésviðræður. Þeir efast að Trump verðandi Bandaríkjaforseta takist að stöðva stríðið eftir nær 3 ára blóðug átök. Verulegur samdráttur varð á sölu á nýjum rafbílum í fyrra eða 70%. Formaður rafbílasambandsins vill að stjórnvöld felli niður kílómetragjald á rafbíla. Þúsundir Suður-Kóreumanna krefjast þess að forseti landsins víki. Í gær komu verðir forsetans í veg fyrir að hann yrði handtekinn. Íbúar í Árskógum 7 í Reykjavík biðu í 18 mánuði eftir leyfi fyrir svalalokun frá borginni. Í millitíðinni reis vöruhúsið sem byrgir þeim alla sýn. 2 efnilegir stærðfræðinemar fengu í dag styrk til áframhaldandi náms úr minningasjóði Hjalta Þórs Íslefssonar sem lést fyrir rúmu ári. Móðir hans segir mikilvægt að hvetja ungt fólk til dáða. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma lokið. Hafið það gott og verið sæl.